Það er skoðan það núna aðeins henda áfram í kafla 4 meðan þrýsting og skoðum núna aðeins með eðlismassa og rúmmál. Þannig að þess að eðlismassi hann er táknaður með þessum gríska bókstaf sem heitir rho og er svona. Þetta er svona mjög afmyndað P. Ok, þannig að til dæmis það sem við erum aðalega að vinna með er eðlismassi á vatni. Þannig að rho vatn er ævinlega 1000 kíló á rúmmetur nema annað sé tekið fram í dæmum. Þetta er náttúrulega háð hitastigi, þetta er háð seltu og svo framvegis, en við erum oftast 1000 kíló rúmmetur. Þetta þýðir bara það, ef þú ert með 1 rúmmetur á vatni, meter á kant, þá vegur vatnið 1000 kíló, það er að segja 1 tonn. En það er eðlismassi og við erum ævinlega að vinna með eðlismassi á vatni. Það gæti komið eitthvað dæmi seinna með þess að vinna með olíu og þá er bara þessi tala eitthvað aðeins öðruvísi. Væntanlega eitthvað lægri. Ok, þannig að passa ykkur á því að rugla ekki saman eðlismassa og þrýstingi. Af því sérstaklega í heftinu að þá er þessi stafur P, hann er svolítið líkur, þessi stafur rho, hann er svolítið líkur P. Þannig að passa ykkur að rugla ekki þessu tvennu saman. Ok, nú ef við tökum smá dæmi með þetta, segjum að við erum með eitthvað sívalning hérna og þessi sívalningur er kannski 5 metrar á hæð og þar er málið kannski 1,2 metrar, einhverja bulltölur, og þetta er fullt af vatni og við ætlum að segja að eðlismassi þessa vatns sé 950 kíló á rúmmetur. Og við bara spyrjum hver er massi vatnsins? Í tankinum. Ok, þannig við vitum að 1 rúmmeter er 950 kíló. Þá bara spyrja okkur, ok, hvað er þetta hérna margir rúmmetrar sem er hérna? Og þannig að rúmmál sem við kallum vaff, þannig að vaff hérna segjum bara vaff er sama sem rúmmál og rúmmál á sívalningi það er grunnflatarmál hans, það er A sinnum hæðin. Þannig að við vitum þetta hérna flatarmál og við margföldum það bara með hæðinni, þá erum við komið með allt rúmmálið. Þannig að hvernig finnum maður flatarmál? Grunnflatarmálið á þessum hring. Þá munum við bara að flatarmál á hring er pi sinnum r í öðru. Og ég get sagt það er bara pi sinnum, en passa ykkur hérna. R-ið er radíus, en ég er með þvermál hérna. Þannig að þetta verður að vera 0,6 í öðru veldi. Þannig að setjum það inn í tölvuna og sjáum hvað fáum út. Við ætlum að gera hérna pi sinnum 0,6 sinnum 0,6. Þannig að flatarmál er cirka 1,13 fermeter. Varla komið hérna. Ok, þannig að rúmmálið að það er þá 1,13 sinnum hæðin sem er 5 og það verður þá 5,65 rúmmetrar, þá er það m í þriðja. Nú massi vatnsins, að það verður þá rúmmálið sinnum eðlismassinn.
Þetta segir mér hvað eitt rúmmetur mörg kíló, þá bara ég að þeirra margfalda því með hversu margar rúmmetrar er með. Þannig að massi vassins, það verður þá 5,65 sinnum 950. Og þá er ég komið með 5.370 kíló. Og það þarf að loka svarið þessu.